Hvað að gerast? Þáttur nú réttum tíma. Gott kvöld! Þetta stöðin stöðugt í stríðsfréttaleit. Já, eins og fyrir daginn leggur stöðin á það megin áherslu að flytja ykkur fréttir af fjölbreytilegustu hörmungum beint inn í stofu, hvort sem ykkur líkar betur eða verr. Ekki satt, Gunnlaugur? Jú, hvort það Pétur. Nú, við höfum nú sendt fréttamann okkar, Sigurð Vilbergsson, beint í hringiðu stórviðburðana, það að segja til Kúveit, og munum við trúlega heyra frá honum innan tíðar. Enda traustur maður, ekki satt, segir Margeir? Jú, ég kann alveg skýta sæmilega við hann, ekki satt, Pétur? Nema hvað? Einnig hefur stöðin náð samningum við norðurjósku sjónvarpsstöðina Nordjyllands Landbrugsfjernsyn sem sjónvarpar hagtölum danskan landbúnað allan sólarhringinn. Guðum að vita hvað þær kom okkur við, en fjárhagur stöðvarinnar leyfði bara ekki samninga við aðrar stöðvar. Lítum nánar á það á eftir, en fyrst þetta. Kallbói. Nei, blessaður. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvað segir þá? Það er fínt. Ekki? Jú. Þá er stöðin byrjuð aftur. Já, minnst ekki á það. Maður sér bara sína sæng út breyta. Svo verður maður bara að gera svona dett í það. Já. Já. Maður er búin að vera þurr síðan í fyrra vor. Ekki fara að byrja á sig bara? Jú, Annars fáum við ekki að vera með í stöðinni. Kellum okkur í það bara. Já. Fáður Nei, skjóttu öðrum. Nú ég hryllilega vondum málum. Ég hef búin að fá allt og mikið. Náðum fyrir mig svolítið kaffi. Eins og við greindum frá Sigurður Vilbergsson fréttamaður nú floginn til Kúveit ásamt tækniliði og mun flytja okkur fréttir af átökum þar leiðu þau verða. Nú við ætlum að fresta þess að ná sambandi við hann núna, ekki satt, Sigurður? Og tókstu sólolíuna sem var inn á baði? Já, Pétur, fyrirgefðu, ég er svolítið sent fyrir ég átti svo erfitt með ákveðinu hvað ég ætti að taka með mér. Segðu Pétur, taka þér Eurokort þarna í Írak? Silla segir að sé alltaf sprengjutilboðum í búðunum. Pétur! Ekki öskra sem ég Pétur, þetta er svo vont, Pétur. Já. Pétur, er það engin séns? Gerðu það, Pétur? Allt í lagi. Þakka þér fyrir. Blessaður. Silla mín. Já? Pétur segir að þú og krakkarnir geti ekki komið með mér. Jæja, Birgir minn. Nú ert þú orðinn bankastjóri. Og hvar nú bankastjóra veikasti fyrir? Já, þarna, já. Góð kvöldið. Góð kvöldið. Er bráðavakt hér? Nei, það er ekki bráðavakt hér lengur. Aðstoðarlæknar eru í verkfalli. Það getur ekki verið. Getur ekki verið? Hvað áttu við? Veistu hvað mennindur með í laun? Aumingasvertinsmennindur, veistu hvernig vaktina þeir eru? Nei, ég veit það ekki, en mér líður svolítið illa. Já. Líður þér illa, já. Heldur það að þýðir hvað hugsa bara sjálfan sig? Hvernig heldur það þeim líði, maður? Mér blæðir. Blæðir? Já. Þú skalt sko fá að blæða þegar samningarnir gangi í gegnunur. Já, en mér að blæða út. Já, blæða úti, það er loka hérna. Og samkvæmt útreikningum okkar ætti Sigurður að vera kominn til Kúveit núna. Við fáum nú glóðvolgar fréttir þaðan. Ekki satt, Sigurður? Jú, það er rétt, Pétur. Ég er hér í felum undir borði. Hér eru mikil átök og erfitt að átta sig á stöðunni. Ég ætla samt að reyna að sjá hvað er að gera. Ég ætla að kíkja undan borðinu. Jú, mikið rétt. Þarna sé ég Sillu. Hún er með stóra steikarafætti úr sparistellinu og lætur það vaða, Pétur. Silla, ekki láta svona, Silla. Ég er að missa flugvél, ég verð að koma svona flugvél, Silla mín. Já, þú ert með helvítis alla tíð. Lætur það mann anskota að Pétur bjóða eitthvað þinni. Pétur, hann heyrir þetta, Silla. Vinnuþrælkun borð í íslensku frystitórunum orðið mikið deilumál sjómannasambandsins og útgerðarinnar. Því haldið fram að sjómenn vinni jafnvel sólarhringum saman án svefns.
Útgerðarmenn vísa því hins vegar á bug að bökulögin svokölluðu séu brotin borð í togarunum. Þessar myndir sína áhöfn eins togarans koma frá borði eftir velheppnaðan túr, en enginn þessara manna vildi hins vegar tjá sig málið. Þegar við viljum hafa gott, þá drekkum við. Veitu hvað heit? Já. Þá drekkum við. Já, þá drekkum við. Okkur líður vel. Og enn freistum við þess að frétta af styrjaldar átökum. Ekki satt, Sigurður? Já, það nú það, Pétur. Ég nú ekki komin alla leið. Ég var bensulaus á leiðinni til Keflavíkur. Pétur, getur verið að olíukreppan sé skollin á? Pétur minn, taktu pillurnar þínar. Og næst þetta. Sæl nú. Minn listin mun að þessu sinni verða aðnjótandi óskiptrar athygli okkar og íhygli, en það reynist íþrótt sú oss eina drjú uppkveikja, kvöldin sverfur að í sálarkítru, og kúrir vitund vor í værðar móki undir fíðursæng hversdagsins. Við munum ljúka augnlokum af andakt og litastum á sýningu listakonunar Sollu Hödda undir handleiðslu annars myndlistamanns Hermundar Löfe. Nú, við göngum hér inn á sýninguna. Við komum hér strax að stórmerkilegu verki. Þetta andlitsmynd af manni. Þessi maður fríður sínum. Hann hefur tilkomið mikið henni. Já. En svo myndin berða með sér að hann búi yfir djúpri og mikilli speki. Þessi maður, hann fríður sínum. Gjörfilegur, fallegur. Fyrirgefðu, þetta nú spegill. Já. Nú, við komum hér að öðru miklu verki. Þetta mjög stílhreint verk. Hvað, Hermundur, var listamaðurinn að túlka í þessu verki? Nú, þetta gamalt verk og túlka þannig atburð þegar námslánunum senkaði og Solla átti ekki fyrir litum og gat þarlegandi ekki málað verkið. Endurvinnsla Alþingis hefur nú tekið til starfa. Nú Erlendur kannar þetta stórmerkilega mál í dag. Jú, mikið rétt, Gulli. Og hér hjá mér staddur Vigfús Lýðsson, forstjóri Endurvinnslu Alþingis. Vigfús, geturðu sagt okkur í fáum orðum hvernig starfsemin háttað? Jú, þó það nú væri. Það eru auðvitað umhverfisverndarsjónarmið sem ráða ferðinni. Við trúum því að þegar tiltekinn þingmaður hefur lokið hlutverki sínu á Alþingi að þá sé synd og skömm að henda honum þar sem hann geti valdið töluverðum spjöllum á umhverfinu. Nei, okkur þykir skynsamlegra að reyna að endurvinna hann og nýta hann sem eitthvað annað, til dæmis bankastjóra eða sendiherra. Fyrirgefðu aðeins að líta hérna. Góðir Íslendingar, það alveg ljóst að ríkisstjórnin hefur ekki á nokkurn hátt staðið við þau fyrir heit sem hún hefur. Þetta töluvert langt í land. Hvað hér að gerast, Vigfús? Nú, það sem hér að gerast nú einfaldlega það að viðkomandi þingmaður sem nú komin í endurvinnslu, að við erum búin að losa úr honum síuna og látum bara buna óhindrað úr honum ef skekina hefði myndast einhverja úrfellingar eða þess aftar. Þannig getur orðaflaumurinn staðið tímunum saman. Við skulum vita hvernig þetta... Já, ég myndi segja það, takk. Nú, þetta greinilega allt að koma. Þá bara eftir að prógrammera hann. Það nú tiltölulega einfalt mál. Svo. Já, 15 milljarðar, 16. Ekkert mál, við prentum bara meira. Já, nú þessi þingmaður sem sagt orðinn seðlabankastjóri. Velkomin til starfa. Þakka þér fyrir. Ég játa að það með hálfum hug og með kvíða í brjósti að ég skipti yfir til Sigurðar sem ætti, það veit Guð, ætti að vera í Kúveit. Ekki satt, Sigurður? Jú, það held ég nú, Pétur. Ég nú loksins komin borðið flugvélina og leiðinni til Kúveit, þannig að það líður ekki að löngu þar til ég get flutt beina lýsingu beint frá átökunum. Og ég heyri ekki betur en það. Ég heyri hérna sprengigný, þannig við hljótum að lenda eftir örfáar mínútur. Nó. Og hérna úti stendur bókstaflega allt í ljósum logum. Þetta hrikaleg sjón, Pétur, verð ég að segja. Góðir farþegar, þetta flugstjórinn sem talar. Við fljúum nú yfir Heklu og sjáum hér eldstöðvarnar ágætlega. Við munum fljúa 2 hringi umhverfis fjallið og halda síðan aftur til Reykjavíkur. Ég vona að þið njótið þessa útsýnisflugs. Takk fyrir. Pétur,
Ég hef trúlega miskilið eitthvað í flýtinum. Ha? Er Hekla farin að gjósa? Hver leyfði það? Ég held að væri búið að fresta öllum stóru viðburðum innanlands um óákveðinn tíma svo við getum flutt stríðsfréttir í friði. Hver stjórnar þessu? Ófegur! Hérna, hvað gerir Hvað er að ske? Og næst þetta. Ofurdenni 2. Hann er viðbragsnækri en byssukúla, hvar sem skella á hörmungar, hvar sem brýst út stríð. Er þetta flugskeyti? Er þetta orustuþota? Nei, þetta er yfirlýsing frá Ofurdenna. Ofurdenni, fyrstur með yfirlýsingarnar og alltaf með þær harðorðustu. Ofurdenni 2, harðorð skilaboð til leiðtoga heimsins. Ofurdenni 2. Já, og við býðum eftir að fá myndir frá Heklugossi. Já, við býðum bara. Nú, já, vona myndum hér frá Heklu, þá og þegar. Nú á meðan við býðum, þá skulum við bara hekla. Bogi, Já, hvað er frétt af honum Ragga bróðins? nú ljóta klúður ekki á honum maður. Nú, Já, hann fór á hausinn strákreið. hvað segir? Já, hann fór út í það að framleiða einingahús Jæja. og allt í vitleysu. Nú. Ég held hann hafi ekki valið rétt nafn á fyrirtækið, það er hvernig ekki nú aðlaðandi. Og hvað hét fyrirtæki? Saddam Húseiningar. Ég marg sagði nú þetta. Og við býðum ennþá eftir myndum frá Heklu. En á meðan við býðum já, á kannski rétt að við fáum hingað jarðfræðing. Segðu mér, Páll Eiríksson, jarðfræðingur, er þetta mikið gos? Já, ég er nú bara hljóðmaður hérna og... Þú ert ekki jarðfræðingur. Nú? Hvað segir, hvað er þetta mikið gos? Já, ég bara veit það ekki. Segja sjónavottar að gosmökkurinn sé komin hvað í 12 kilometra hæð. Já, það já. Þannig að þetta er trúlega meira gos og öflugra heldur en 1980. Nei, ég ætli það nú að... Segðu mér, er þetta ekki svakalega mikið gos, Páll? Nei, Nú segja sjónavottar það. Og ég vil tala þessi ennþá kröftóra heldur en gosið 1947. Nei, ég held Og ég vil vera að tala um sprengigos. Er þetta rétt, Páll? Nei. Nei, hvað segir það? Þú er ekki séð gosið eins og mér. Sem sagt, Páll segir það að þetta gos sé jafnvel enn stærra en gosið 1947 og geti jafnvel staðið árum saman. Takk fyrir. Utanríkisráðherra er nú stattur í heimsókn í Eystrasaltslöndum eftir mikið þóf í kringum vegabréfsáritun. En hver urðu viðbrögð almennings þegar fréttist að ráðherrann hygðist leggja í þessa háska för? Forstjóri almannavarna svarar því. Það urðu allar símalínu glóandi hjá okkur slökkviliði og lögreglu og það fyrsta sem við gerðum var að koma tafarlaust boðum í Ríkisútvarpið að þetta væri bilun. Það er nefnilega það. Og þá snúum við okkur að fréttum hannyrðir. Nú, það fréttist... Það er ekki ennþá komin að neina myndir frá Heklu. Það er engin afsökun. Það er komin myndir á allar aðra stöðvar. Á að baka okkur rétt inn að ferðina. Pétur, það er ekkert skegni. Þetta er bara alveg sko það sama. Þið farið upp í flugvél og komið ykkar með myndir áður en fyrsta tíminn er búinn. Er það skilið? Já. Komið margblessuð og sæl til sjávar og sveita og alveg einstaklega ánægilegt að sjá okkur aftur. Við förum ekki trónarslóður í matargatinn í dag fyrir eitthvað fyrirtægin. Og það eru ýmsar nýjar vörutegundar á matarsviðinu sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í kvöld. Og þá einkum ýmsar nýjungar í hráefnisvali. Og nú hefur verið hafinn innflutningur á gerviosti. Og jafnvel þó að landbúnaðarráðherra hafi ekki tekið fyrir nýbreytni fagnandi held ég að þessi gerviostur hljóta bjóða upp á ýmsa skemmtilega möguleiki matargerð. Nú sömu sögum að segja aðrar matvælategundir úr gerviefnum sem væntanlega eru á markaðinn í kjölfarið. Hér er til dæmis með terlín pilsur sem eru sagðar enga ljúfengar. Nú, hér eru nælonsvið, afar skemmtileg í útliti og í þeim mætast alþjóðlegir og þjóðlegir straumar þar sem þessi skemmtilegi nælonkeimur gefur þessum íslenska rétti alveg nýtt vægi. Nú, hérna eru póliester borgarar og þessar ljúfengu og girnilegu akrílbollur. Nú, með þessu má drekka epóxi mjólk og síðast en ekki síst beint frá Hong Kong, afar spennandi réttur, súrsaðir dralon pungar.
Nú, við förum síðan yfir það hvernig við matreiðum þessa rétti leið og við höfum orðað okkur út eldónaráhöld sem að þola gerviefni. Hittumst heil. Og þá eru loksins komnar loftmyndir af Heklugosi. Gunnlaugur og Ófeigur voru að koma í hús með glóðvolgar fréttir. Gjörðu þessu vel, Pétur. Þakka þér fyrir, Pétur. Nú, við fljúum þarna yfir Heklu og við sjáum að þetta eru gífurleg eldsumbrot. Það bókstaflega eins og fjallið standi í björtu báli. Og eins og við sjáum mjög klögt á þessum myndum gosið mest þarna á móts við hávið og svæðum þarna norðura. Já, það þegar þarna falla mikið öskur þarna. Og já, þarna sjáum við gríðarlega stóran hrummóla detta til jarðar. Þetta er bara leiðinda. Heldur að fólk hafi séð í gegnum þetta? Nei, held ekki. Halda betur. Nú, en þau hafa þá lokið stórkostlegu atriði, þau Svetlana og Beljakopp og taka þarna við gífurlegum fagnaðarlátum. Nú, eitthvað virðist fjúka í frúna. Og fleiri fréttir flytjum við ekki í kvöld en við minnum á aukafréttatíma stöðvarinnar á korters fresti allan daginn á morgun. Góða nótt.